Upphafslag þáttarins var leikið af írsku þjóðlaga hljómsveitinni The Chieftains sem heimsóttu okkur Íslendinga fyrir nokkrum árum. The Chieftains léku þarna mars úr kvikmyndinni Tristan og Ísold. Fyrstu mennirnir til að stíga á land á Íslandi voru að því talið kristnir munkar frá Írlandi. Þegar víkingarnir námu hér land hröktust írsku paparnir á brott en víkingarnir fluttu með sér þræla frá Írlandi. Á þeim tíma var Írland vagga kristninnar í Evrópu. Þaðan fóru trúboðar þvera álfuna og boðuðu hinn nýja sið. Í síðustu viku heimsótti ungur Íri að nafni John McGill Ísland. John Bahá'í trúar. Hann hvorki munkur né þræll en hann flutti okkur Íslendingum fregnir af nýrri guðlegri opinberun líkt og landar hans við upphaf Íslands byggðar. John, hvers vegna ákvaðstu að koma til Íslands? A few months ago I decided to visit another country. Ákvað ég að heimsækja annað land og Bahá'íana þar. Ég valdi Ísland eftir að ég las stutta grein í fréttabréfi Evrópsku Bahá'í unglingahreyfingarinnar. Í þeirri grein stóð að Ísland væri mjög einangrað og fáir Bahá'íar kæmu þangað í heimsókn. Mér langaði einnig til að koma á meira sambandi milli Bahá'í unglinga á Írlandi og Íslandi. Þegar ég kom aftur til Írlands þá vonast ég til að geta sent eintak af unglingablaðinu okkar Kontakt, samband, reglulega til Bahá'íana hér á landi. Já, ég vissum að því verður vel tekið. En hvað hefur þú gert hér á Íslandi? Well, mainly what I've been doing is... Ég hef heimsótt ýmis Bahá'í samfélög í nágrenni Reykjavíkur og sýnt skyggnuprógram Bahá'í unglingastarf á Írlandi frá síðastliðnu ári. Which I've been showing to audiences. Geturðu sagt okkur eitthvað nánað frá innihaldi þessa skyggnuprógrams? Flesta skyggnurnar af friðargöngum sem við skipulögðum á síðastliðnu ári á Írlandi til að auka friðarvilja meðal fólks í okkar landi. We've been having in Ireland, Bahá'í peace walks to promote the idea of peace in Ireland. Og hver tilgangurinn með þessum friðargöngum? The reason we're having the peace walks Tilgangurinn með þessum friðargöngum að dreifa meðal fólks friðarávarpi nefnist fyrirheit heimsfrið. Þetta ávarp bréf til þjóða heimsins frá allsherjarhúsi réttvísinnar og var framlag Bahá'íja til alþjóðlega friðarásins árið 1986. Þegar því ári var lokið fannst Bahá'í unglingum á Írlandi að það ætti að nota þetta bréf. Það stílað til þjóða heimsins. Það var afhent leiðtogum heimsins á alþjóðlega friðarárinu en Bahá'í unglingunum langaði til að afhenda það alþýðu Írlands. Þeir ákváðu því að skipuleggja friðargöngur, fara og hitta alþýðuna og afhenda henni friðarávarpið. To go out and to meet the people in Ireland and present the peace statement to them. Tóku margir þátt í þessari friðargöngu? Yes, we had Bahá'ís. Jú, Bahá'í unglingar frá mjög mörgum löndum tóku þátt í þessu, ekki einungis Bahá'í unglingar frá Írlandi. Þar á meðal voru Bahá'í unglingar frá Ástralíu, Englandi, Norður-Írlandi og sérstaklega vert að geta nokkura íranskra Bahá'í unglinga sem höfðu komið til Írlands 2 árum áður sem flóttamenn. As refugees, they were accepted into Ireland. Eru margir íranskir flóttamenn á Írlandi og hvers vegna geti kannski sagt okkur hvers vegna þeir eru að yfirgefa Íran? They left Iran. Þeir flúðu frá Íran 2 árum áður, eins og ég sagði. Bahá'íjar í Íran eru ofsóttir vegna trúar sinnar. Þeir flúðu til Pakistan. Andlegt þjóðráð Bahá'í á Írlandi kom að máli við írsku ríkisstjórnina og bað hana að veita Bahá'í flóttamönnum hæli á Írlandi.
Írska ríkisstjórnin kannaði málið og veitti 26 flóttamönnum hæli. And the Irish government investigated their case and they accepted 26 refugees at this time. Hvernig hefur írönsku flóttamönnum gengið að aðlagast írsku þjóðlífi? The refugees have been adapting very well. Flóttamönnunum hefur gengið vel að aðlagast írsku þjóðlífi. Samkomulagið við írsku ríkisstjórnina fól meðal annars í sér að flóttamennir settust ekki allir að á sama stað, það að segja í Dublin, heldur allt Írland. Bahæjar búa víðsvegar á Írlandi, svo að írönsku flóttamennir settust að vítt og breytt landið og aðlöguðust samfélaginu mjög vel. Have settled all over Ireland and have adapted very well, integrated very well into the community. En hvernig hófst þá Bahæ trúin á Írlandi? Well, the Baha'i faith began in Bahæ trúin barst til Írlands síðustu aldamót. Fyrsti írski Bahæin var George Townsend. Hann var prestur í Clonfert sem á vestur Írlandi. George Townsend. Seinna þjónaði hann við dómkirkju heilags Patreks í Dublin. Vinir hans í Ameríku sögðu honum frá Bahæ trúnni. Þeir sendu honum nokkra bæklinga sem innihéldu tilvitnanir í Bahæ ritningar. Þegar hann las þessar ritningar komst hann strax að þeirri niðurstöðu að þær væru orð Guðs fyrir vora daga. Immediately came to the conclusion that they were the word of God for this day. Úr bréfi frá Baha'u'llah sem beint var til kristinna manna sérstaklega. Sannarlega faðirinn kominn og hefur uppfyllt það sem yður var heitið í ríki Guðs. Þetta orðið sem sonurinn hjúpaði slæðu, þegar hann sagði við þá sem hjá honum voru að þeir gætu ekki borið það að sinni. En þegar hinn tiltekni tími var liðinn og stundin rann upp, skein orðið frá sjónhring viljans. Vissulega sannleiksandinn kominn til að leiða yður í allan sannleika. Sannlega mælir hann ekki af sjálfum sér, heldur af þeim sem alvitur og alvís. Og í bréfi til páfans segir Baha'u'llah: Gæt þess að lofsöngur haldi þér ekki frá þeim sem lofsungin og tilbeðsla frá þeim sem tilbeðin Sjá drottinn, hinn mátka, hinn alvísa. Hann hefur komið til þess að annast líf heimsins og sameina alla þá sem í heiminum dvelja. Komið, ó menn, til dagsbrúnar opinberunarinnar. Tefjið ekki eina stund. Hafið þér numið Guðspjöllin og sjáu þó ekki drottinn dýrðarinnar? Mér þykir ekki ólíklegt að George Townsend, fyrsti írski Bahæin, hafi orðið fyrir miklum áhrifum af þessum orðum. En sama var ekki hægt að segja aðra starfsbræður hans. George Townsend gerði allt hvað hann gat í krafti síns háa embættis innan írsku kirkjunar til að vekja athygli á málstað Baha'u'llah. Hann sendi þúsundir bréfa vítt og breytt Evrópu og hvatti kristna menn til að gangast Bahæ trúnni á hönd. Ekkert svar. Enginn virti bréf hans viðlits. En George Townsend hafði rækt skyldu sína. Að lokum tók hann þá ákvörðun að fórna prestsembættinu og helga líf sitt útbreiðslu Bahæ trúarinnar. Hann vann mörg þrekvirki í þjónustu sinni við málstað Baha'u'llah og var í fremstu fylkingu meðal trúsískina sinna. Að loknu þessu innskoti skulum við halda áfram með viðtalið við John McGill frá Írlandi
sem heimsótti Baha'i á Íslandi í síðustu viku. En hver eru viðbrögð almennings á Írlandi gagnvart Baha'i-trúnni? It's a very good response from the people. Viðbrögð fólksins hafa verið mjög góð. Eins og ég sagði áðan hefur Baha'i-trúin náð fótfestu alla eyjuna. Nú eru 18 andlegt svæðisráð á Írlandi. Andlegt þjóðráð hefur starfað síðan árið 1972 en á því ári var andlegt þjóðráð Baha'i á Íslandi einnig kosið í fyrsta sinn. In Iceland was elected for the first time. Nú en við hér á Íslandi þekkjum Írland sem eitt höfuðvígi kristinnar trúar í Evrópu og fornu fari. Nú væri gaman að vita, hafa Baha'jar orðið varið við trúar fordóma í sinn garð? In the beginning, when people hear about the Baha'i, Sumir eru dálítið fordómafullir þegar þeir heyra fyrst Baha'i-trúna, sérstaklega eldra fólk, sem yfirleitt kreddufastara en unga fólkið. Þegar fólk veit ekki hvað Baha'i-trúin kennir í raun og veru, það dálítið óttaslegið, en óttinn hverfur þegar það kynnist trúnni betur. Baha'jar vinna öturlega að trúalegu umburðarlyndi á Írlandi. Til dæmis buðu Baha'jar nýlega eftirlitsmanni Sameinuðu þjóðanna fylgist með þessum málum, Roberto frá Portugal. Baha'jar buðu Roberto að koma til Írlands og fræða írsku þjóðina þennan nýja starfsvettvang innan Sameinuðu þjóðanna. Að fylgjast með trúalegu umburðarleysi. Hann hitti helstu guðfræðinga Írlands, fremstu lögfræðinga Trinity háskólans í Dublin, meðlimi ýmsra kvenréttindahreyfinga og meðlimi margra trúfélaga. So when he came to Ireland, he met with top theologians in Ireland and top lawyers in Trinity College in Dublin. And he met various groups, women's groups and other minority religions, as well as the two main churches in Ireland. Nú þetta mjög fróðlegt að heyra og gaman að heyra að Baha'jar að vinna að því að auka skilning meðal fólks af ýmsum trúarbrögðum. Það var ég held að við ættum kannski að snúa okkur næsta því að ræða svolítið þig sjálfan. Hvers vegna gerðist þú Baha'i? A number of years before I became Baha'i. Ég fæddur inn í kaþólska fjölskyldu. Mörgum árum áður en ég heyrði Baha'i-trúna, þegar ég var það bil 16 ára, komst ég að þeirri niðurstöðu að margar kennisetningar kaþólsku kirkjunar voru ekki í samræmi við það sem Jesús hafði kennt. Ég komst líka að þeirri niðurstöðu að öll helstu trúarbrögð mannkyns væru frá Guði og að andlegar kenningar þeirra væru samhljóma. Ég kynntist Baha'i-trúnni árið 1983 og hún boðaði svipaðar kenningar og ég aðhylltist sjálfur. Mér fannst kenningar Baha'i-trúarinnar mjög rökréttar og þær höfðuðu mikið til mín. Þegar ég hafði kynnt mér kenningarnar ítarlegar, lesið nokkrar bækur og sótt Baha'i-samkomur, ákvað ég að gerast Baha'i. Það var árið 1986. I looked into it again further and I read some books and I went to some Baha'i meetings. I decided that this was the right thing to do and I became Baha'i in 1985. Nú, ég átti því láni að fagna að fara til Írlands í fyrrasumar og þá sótti ég meðal annars írska Baha'i sumarskólan og ég veitti því athygli að írsku átrúendurnir hafa samið marga söngva Baha'i-trúna. Nú, ég bað þig að velja eitt írskt lag Baha'i-málstæðin. Hvaða lag valdir þú og hvers vegna? Well, I chose Ég valdi lag sem heitir Írland, ó Írland. Þetta lag samið af írskum Baha'ja.
Það samið í minningu fyrsta írska Bahæjans, George Townsend. George Townsend ól þá von í brjósti að Írar yrðu andleg þjóð sem myndi boða Evrópubúum Bahæ trú líkt og þeir ruddu kristinni trú braut í Evrópu fyrr á öldum. Bring the Baha'i teachings to the rest of Europe as they had done in previous generations when they had brought Christianity to Europe again after the Dark Ages. So this song is about this spiritual, this vision that he has of Ireland. Back.